Þannig að ég held að sé mikilvægt líka að fólk fái þessa von, fólk sem er á stríðshrjáðum svæðum eða syrgir ástvini sín og annað þeim túr. Og kirkjan getur gert miklu betur í þessu og kirkjan er alltaf upptekin af einhverju slöfunarmenningu, einhverju rugli sko. Í stað þess að bara, og ég var að hvetja kirkjan 2009 til þess að minna á þetta. Ég jafnvel þó að það væri ekki hægt að ná fram fullkomnu félagslegu réttlæti, þá yrði réttlætinu fullnægt hjá þeim sem að þau allavega trúðu á, sem voru í salnum. Og menn eru alveg brjálaður. Kirkjan sagði, hvað er þessi maður að fullir að það verði ekki náð fram fullu félagslegu réttlæti? Það er bara, heimurinn er ekki fullkomin. Nei. En er kennt í guðfræðinni helvíti? Já. Er það? Það eru þetta kenningar helvíti Já. og mjög forvitnilega kenningar. Já. Og reyndar kannski Martin Luther einn af brautareindu þess að taka þá hugsun úr þessari einföldustu mynd, þar sem er himnaríki upp á himnum og helvíti í neðra og það setji skrattinn með þríforkin. Getur verið að himnaríki og helvíti eigi sér líka hliðstæðu eða birtingamynd í þessum heimi, bara á meðan við lifum. Ég held til dæmis að þessi dæmi sem ég nefni af morðum og nauðgunum eða stríðum, þessi dæmi helvíti, að þú getur jafnvel upplifað himnaríki í hinu besta sem þú finnur. Já. Mér fannst ég upplifa himnaríki þegar ég horfði fyrst í augun á syni mínu eftir ég fekk hann í fangið. Það var alveg heil og stund. Bara þegar við horfðumst fyrst, ég tók hann í fangið nótt og hann var eitthvað óvær og kom í fangið að mér og þá fannst ég komst í svona einhverja tengingu við eitthvað alveg, ekki að því að hann væri Guð, heldur bara að það er einhver tenging þarna. Það getur ekki verið neitt nema himnaríki þegar maður fær barnið sitt og þessa tengingu. Það er bara ekkert nema gott. Nei, og þetta er bara tilfinning og kannski hugsa fólk, því ég vil hann geðbeilar þessi sko. En staðreyndin er svo að þetta býr í tilfinningu fólks sko. Og ég held þetta að fólkið á Gazasvæðinu og fólkið í Úkraínu, það sem verið að brytja fólk niður, ég held að það fólk hugsi, þetta er helvíti. Já. Það er svona sem það lítur út, ef það er ekki bara reynilega hér sko.